Við höfum verið að vinna að rannsóknum með heilbrigðistæknifyrirtækinu Sidekick Health núna í það bil 2 ár og við höfum verið að vinna að því að sjá hvort að stafrænar heilbrigðismeðferðir bæti ofan á hefðbundna meðferð og höfum verið að skoða þá annars vegar hóp sem fær stafræna meðferð ofan á hefðbundna meðferð og svo annars vegar hóp sem að fær fyrst og fremst hefðbundna meðferð. Og við erum að ljúka við rannsókn núna á hjartabilun sem mjög stór sjúkdómur í hjartalækningum og svona okkar frumniðurstöður þær hafa gefið til kynna að stafræna meðferðin hún gefst vel. Hún hefur bætt heilsuhegðan fólks, hún hefur bætt heilmikið af einkennum einstaklinga, þar á meðal mikilvæg einkenni hjartabilunar og einstaklingunum líkar mjög vel við bæði fjarvöktun og fjarstuðningin. Stafræn meðferð hún gengur út á það að við getum vaktað einkenni sjúklinga í gegnum smáforrit í símanum og við getum sömuleiðis veitt þeim alls konar stuðning til að mynda hvatningaskilaboð og hvatningu til heilbrigðra lífshátta í gegnum stutt myndbönd. Og fjarvöktunin mjög áhugaverð, hún gengur þannig fyrir sig að einstaklingar svara stöðlum spurningum og við vinnum síðan úr svörunum og getum skorað þá, þannig að við getum séð hvort þeir séu á sama stað og venjulega eða hvort þeir séu versnun eða jafnvel veruleg versnun og það brugðist við. Og þetta held ég að geti orðið mjög áhugavert í framtíðinni að vakta sjúklinga í gegnum stafrænar leiðir frekar en að þeir séu að koma til að sá göngudeildir ef að staðan hjá þeim algjörlega stabil. Og ég held að þetta geti hjálpað okkur líka að forgangsraða hvernig við nýtum heilbrigðisstarfsfólk. Hins vegar erum við að stíga fyrstu skrefin og það margt sem við eftir að þróa og það margt sem við eftir að læra þetta. En ég held að svona smáforrit þurfa að vera vel út hugsuð, þau þurfa að vera aðgengileg, þau þurfa að vera notendavæn og það sem að smáforritið sem við erum að vinna með sem að Sidekick Health hefur þróað að mörgu leyti einstakt að því leyti til að það mjög gott viðmót og það í raun leikjavætt þannig að það innbyggð hvatning í það og þessi tækni sem orðið hvað varðar samskipti fólks, hún mun nýta til heilbrigðisþjónustu í framtíðinni og ef að við erum ekki svona í farabroddi að þróa hvernig best að nota þetta, þá mun kannski tæknin einfaldlega gleypa okkur. Ég held sem mjög mikilvægt að við séum í því að þróa bestu notkunarmöguleikana, hvernig best að fá þessu upplýsingar, hvernig best að vinna úr þeim, svo að við lendum ekki í því að í raun kannski drukkna í upplýsingum sem við vitum kannski ekki endilega hvað við erum að gera við eða hvernig við erum að vinna úr. Þannig að ég held að svo maður noti kannski slæmt íslenskt orð sem mjög mikilvægt að vera proaktífur. Ég held að möguleikarnir í stafrænu lausnum snúi að heilbrigðiskerfinu í heild og ekki bara að einstaklingum með hjartasjúkdóma. Við erum dálítið framarlega í því að rannsaka þetta og ég held að maður þurfi að rannsaka þetta. Maður þarf að vera viss að þetta bæti ofan að þessu nú erum að gera og ég sé fyrir mér að þetta geti nýst í næstum því öllum sjúklingahópum og með víðtækustu sjúkdóma og jafnvel að þetta geti orðið eitthvað sem nýtt í heilsugæslu og þess vegna þegar fram í sækir í jafnvel í fyrirbyggjandi tilgangi.